Lexía 21 það væri gaman að fara í reiðhjólaferð. Hæ Anna, ég var að hugsa að það væri gaman að fara í hjólaferð. Hvað finnst þið? Hæjó, þetta hljómar eins og frábær hugmynd. Ég elska að hjóla og skoða nýja stað. Frábært. Við getum skipulagt leið og notið landslagsins á leiðinni. Þetta er frábær hugmynd, já. Það er frábært tækifæri til að eyða tíma úti og fá smá æfing. Ég er sammála. Það er skemmtileg og heilbrigð leið til að njóta náttúrunnar og meta umhverfi. Ertu með einhvert sérstakan áfangastað í hug? Hvað með garðinn í nágrenninu? Það er með fallegar gönguleiðir og vatn þar sem við getum tekið okkur hlé. Það hljómar fullkomlega. Við getum komið með hádegisverð í lautaferð og fengið afslappandi tíma við vatni. Frábær hugmynd Ann. Það verður gaman að fá sér hlé og njóta matsins í kyrrlátu umhverfi. Við ættum einnig að gæta þess að pakka smá vatni og snakk til að halda okkur orkugjafi meðan á ferðinni stendur. Örugglega, að vera vökva og fá fljótlegan snarl mun hjálpa okkur að viðhalda orkustigi okkar. Við skulum athuga reiðhjólin okkar áður en við förum til að tryggja að þau séu í góðu ástandi og öruggað hjól. Þetta er frábær uppástunga Ann. Öryggi er mikilvægt og því ættum við að ganga úr skugga að allt sé í lagi. Við ættum einnig að vera með hjálma og önnur nauðsynleg öryggisbúnaður til að vernda okkur. Alveg. Öryggi ætti alltaf að vera í forgangi, sérstaklega þegar þú tekur þátt í útivist. Ég hlakka mjög mikið til hjólaferðarinnar, já. Þetta verður yndislegt ævintýr. Ég líka Anna. Það verður skemmtilegur dagur hjólreiða og njóta félagsskapar hvers annar. Þakka þér fyrir að leggja það upp, já. Ég hef alltaf gaman af útiveru okkar sama. Þú ert velkomin Anna. Það er alltaf ánægilegt að deila þessari reynslu með ykkur. Við skulum gera það að eftirminnilegu hjólaferð. Lexía 22. Ég hef verið að hugsa að leita að nýju starfi. Hæ Anna, ég hef verið að hugsa að leita að nýju starfi. Núverandi laun mín eru of lág til að mæta þörfum okkar. Hæjó, ég skil. Það er mikilvægt að finna fyrir metnum og bætt með fullnægjandi hætti fyrir vinnu þín. Nákvæmlega. Ég vil kanna ný tækifæri sem bjóða upp á betri fjármálastöðuleik. Hefur þú byrjað að leita að atvinnuopnum eða uppfæra ferilskrána þín? Ég hef verið að vafra atvinnugáttir á netinu og ætla að uppfæra ferilskrána mína fljótlega. Þetta er góð byrjun, já. Það er mikilvægt að vera fyrirbyggjandi og gera nauðsynlega ráðstafanir til að finna betri vinn. Ég er sammála. Ég mun einnig ná til netkerfisins míns og sjá hvort það sé einhverjar hugsanlegar atvinnuleiðir. Netkerfi geta verið mjög gagnlegt við að finna atvinnutækifæri. Ekki hika við að biðja tilvísanir eða tillögu. Ég mun örugglega hafa þetta í huga, Ann. Það er gott að hafa fólk sem getur tryggt færni þína og reynslu. Þegar þú hefur fundið nokkur efnileg atvinnuopnun skaltu ganga úr skugga að sníða umsókn þína að hverri stöð. Já, ég skal sníða kynningabréfið mitt og varpa ljósi á viðeigandi færni og reynslu fyrir hvert starf. Það er líka mikilvægt að undirbúa sig fyrir viðtöl. Æfðu þig að svara algengum viðtalsspurningum og sýndu styrkleika þín. Þetta er góður punktur, Ann. Ég vil setja sterkan svip í viðtölum og sýna fram á gildi mig.
Örugglega, að gera ítarlega rannsóknir og ráðgjöf við fjármálasérfræðinga getur hjálpað til við að taka upplýstari ákvarðanir. Það líka mikilvægt að hafa í huga að sveiflur eru eðlilegur hluti af hlutabréfamarkaðnum. Það ómögulegt að spá fyrir það með viss. Þetta góður punktur, já. Að reyna að tíma markaðinn fullkomlega oft krefjandi og getur leitt til óþarfa streit. Þess í stað gæti verið betra að einbeita sér að langtímafjárfestingaraðferðum og auka fjölbreytni í eignasöfnum okkar. Fjölbreytni getur hjálpað til við að draga úr áhættu og vernda gegn áhrifum einstakra verðsveiflna á hlutabréfu. Alveg, það leið til að dreifa fjárfestingum þínum yfir mismunandi atvinnugreinar eða eignaflokka. Við skulum fylgjast með markaðnum, Jóhannes, og taka upplýstar ákvarðanir byggðar á fjárhagslegum markmiðum okkar til lengri tím. Samþykkt, Anna. Við munum sigla í gegnum þessar sveiflur með því að vera upplýst og taka skynsamlega nálgun. Þakka þér fyrir að ræða þetta við mig, já. Það hughristandi að vita að við erum á sömu síðu þegar kemur að því að fjárfesta. Þú velkomin, Anna. Það alltaf gott að eiga þessi samtöl og styðja hvert annað í fjármálamálum. Lexía 24. Ég hef verið að hugsa að fá nýtt gæludýr. Lexía 24. Ég hef verið að hugsa að fá nýtt gæludýr. Hæjó, þetta hljómar eins og yndisleg hugmynd. Ég hef alltaf viljað fá hund sem félag. Hundar geta fært svo mikla gleði og ást í líf okkar. Auk þess eignast frábæra ævilangt vini. Alveg, þeir eru tryggir og veita skilyrðislausa ás. Hvaða hundategund ertu að hugsa um? Ég opinn fyrir mismunandi tegundum, en ég hef alltaf verið hrifinn af Labrador Retriever. Þeir eru þekktir fyrir vinalegt eðli sitt. Labradors eru frábær fjölskyldugæludýr. Þeir eru leikandi, gáfaðir og góðir með börn. Það satt, þeir eru einnig þekktir fyrir að vera auðvelt að þjálfa, sem plús. Við ættum að huga að stærð vistarýmis okkar og æfingaþörf hundsins áður en ákvörðun tekin kyn. Það góður punktur. Við viljum ganga úr skugga að við getum veitt þægilegan og viskan lífstíl fyrir nýja hundin okkar. Hefur þú hugsað að ættleiða hund úr skjól? Það eru margir yndislegir hundar sem þurfa elskulegt heimil. Þetta frábær hugmynd, Anna. Að ættleiða hund myndi gefa okkur tækifæri til að veita verðskulduðu dýri annað tækifæri. Við ættum einnig að huga að þeirri ábyrgð sem fylgir því að eiga hund, svo sem reglulega hreyfingu, snyrtingu og dýralæknaþjónustu. Alveg, að eiga hund krefst skuldbindingar og vígslu til vettlíðunar þeirra. Þegar við erum tilbúin getum við byrjað að rannsaka staðbundin skjól eða ræktendur til að finna hið fullkomna loðin félag. Það mikilvægt að finna virta uppspretta og tryggja að heilsa og bakgrunnur hundsins séu vel skjalfest. Við getum líka undirbúið heimili okkar með því að fá nauðsynlegar vistir eins og hundarúm, matarskálar og leikfönn. Við skulum ekki gleyma því að puppupróf heimili okkar til að halda þeim öruggum og koma í veg fyrir öll slys. Ég spenntur fyrir hugmyndinni að eignast hund, já. Þeir munu koma svo mikilli ást og hamingju inn í líf okkar. Ég líka, Anna. Ég get ekki beðið eftir að fara í þetta ferðalag og bjóða nýjan loðin meðlim velkomin inn í fjölskylduna okkar. Þakka þér fyrir að leggja það upp, já. Ég hlakka til gleðinar og félagskapsins sem hundur mun koma með í líf okkar.
Þú ert velkomin, Anna. Ég ánægður með að við séum báðir borð. Ný gæludýrhundurinn okkar verður kært viðbót við heimili okkar. Lexía 25. Ég held að ég þurfi að leita til læknis á morgun. Hæ, Anna, mér líður illa undanfari. Ég held að ég þurfi að leita til læknis á morgun. Hæjó, mér þykir leitt að heyra það. Það er mikilvægt að gæta heilsu okkar. Að sjá lækni er góð hugmynd. Já, ég vil láta skoða mig til að ganga úr skugga að allt sé í lagi. Ég hef verið með nokkur viðvarandi einkenni. Það er betra að fá faglega læknisráð. Þeir geta hjálpað til við að greina vandamálið og veita rétta meðferð. Ég mun hringja og panta tíma hjá lækninum í fyrramáli. Ég vona að þeir sjáu mig fljótlega. Þetta er góð áætlun, já. Best er að tefja ekki að leita læknis þegar þér líður ekki vel. Ég skal skrifa niður öll einkenni mín og allar spurningar sem ég hef fyrir læknin til að sjá til þess að ég gleymi ekki neinu. Þetta er klár hugmynd. Það mun hjálpa þér að miðla áhyggjum þínum og tryggja að þú fáir nauðsynlegar upplýsingar. Ég mun einnig koma með allar viðeigandi sjúkrasögu eða niðurstöðu prófa sem gæti verið gagnlegar fyrir læknin. Frábær hugsun, já. Að hafa þessi skjöl tilbúin getur veitt lækninum dýrmæta innsýn. Ég gæti þurft stuðning þinn til að fylgja mér á skrifstofu læknisins. Það er alltaf huggulegt að hafa einhvern þarna með mig. Auðvitað, já. Ég mun vera til staðar fyrir þig. Það er mikilvægt að hafa einhvern við hlið á meðan á læknisferðum stendur. Þakka þér, Anna. Velvera þín og stuðningur þýðir mikið fyrir mig. Þú ert velkomin, já. Við munum komast í gegnum þetta sama. Heilsa þín er forgangsverkefni og ég er hér til að hjálpa. Ég þakka það, Ann. Við skulum vona að læknirinn geti gefið mér nokkuð svör og leiðbeint mér í átt að líða betur. Alveg, já. Gætið sjálfan þig og mundu að það að leita læknishjálpar er mikilvægt skref í átt að vellíða. Ég geri það, Anna. Þakka þér fyrir áhyggjur og skilning. Það gefur mér hugarró að vita að þú ert hér fyrir mig. Alltaf, já. Við erum lið og ég mun alltaf vera hér til að styðja þig. Við skulum einbeita okkur að heilsu þinni og fá þá umönnun sem þú þarf. Lexía 26. Ég fékk niðurstöður lokaprófsins í dag. Hæ, Anna, ég fékk úrslit í lokaprófinu í dag. Giska á hvað? Ég fékk 4 í ár. Vá, já. Það er frábær. Til hamingju með frábæra frammistöðu þín. Þakka þér, Ann. Ég vann mjög mikið og ég er svo ánægð með árangurinn. Ég er stoltur af þér, já. Að fá 4 er ótrúlegt árangur. Það er frábært að sjá viðleitni mína borga sig. Ég helgaði mikinn tíma og fyrirhöfn til að læra. Það er ljóst að vinnusemi þín og vígsla borgaði sig. Einkunnir þínar endurspegla skuldbindingu þína við námið þig. Ég er þakklát fyrir stuðninginn og hvatninguna sem ég fékk frá ykkur og kennurum mínu. Þú átt alltaf skilið, já. Þú varst sá sem lagði í átakið og hélt einbeiting. Ég hefði ekki getað gert það án þeirrar hjálpar og leiðbeiningar sem ég fékk. Það er mikilvægt að viðurkenna stuðninginn sem ég hafði. Það er satt, já. Það er mikilvægt að þekkja fólkið sem hefur lagt sitt af mörkum til að ná árangri þínu.
Ég spennt að deila fréttinni með fjölskyldunni minni og fagna þessu afreki. Þeir verða ánægðir með að heyra árangur þinn, jó. Þetta stolt stund fyrir þig og ástvini þín. Þakka þér fyrir að fagna með mér Ann. Áhugi þinn eykur gleðina yfir árangri mínu. Þú ert velkomin, jó. Ég alltaf hér til að hressa þig og fagna árangri þínu. Það frábært að hafa einhvern eins og þig í lífi mínu, Ann. Stuðningur þinn þýðir mikið fyrir mig. Eins og jó. Við erum hér til að styðja hvert annað og fagna áfanga hvers annar. Við skulum halda áfram að vinna hörðum höndum og leitast við að ná árangri í öllu sem við gerum. Alveg, jó. Saman getum við náð frábærum hlutum. Til hamingju enn og aftur með ótrúlega árangur þinn. Lexía 27. Við þurfum ekki vagn barnsins lengur. Hæ Anna, ég var að hugsa vagnin og barninu okkar. Litli okkar hefur út af því. Heldurðu ekki að við getum gefið það? Hæ jó, það frábær hugmynd. Barnið okkar byrjað að ganga og við þurfum ekki vagnin lengur. Nákvæmlega. Það bara að taka pláss og það gæti verið aðrar fjölskyldur sem gæti notið góðs af því. Ég sammála. Það gott tækifæri til að senda það áfram til einhvers sem þarfnast þess meira en við gerum. Við ættum að ganga úr skugga að vagnin sé enn í góðu ástandi áður en við gefum hann. Öryggi mikilvægt. Alveg. Við getum hreinsað það upp og athugað hvort skemmdir séu eða slys. Þegar það hreinsað og athugað getum við leitað til staðbundinna stofnana eða góðgerðarmála sem taka við framlögum af barnavöru. Það líklega fjölskyldur sem hafa ekki efni á nýjum barnabúnaði og myndi þakka mjög framlag okkar. Við getum líka spurt vini okkar eða fjölskyldu hvort þekkja einhvern sem gæti verið í þörf fyrir barnavagn. Þetta góð hugmynd, jó. Stundum getur orð af munni hjálpað okkur að finna rétta viðtakandann. Það gott að gefa tilbaka og hjálpa öðrum í neyð. Það lítil leið til að hafa jákvæð áhrif. Alveg. Við getum stuðlað að hamingju einhvers annars og veitt stuðning á foreldraferðir. Við skulum gera áætlun að hreinsa upp vagnin og finna verðskuldaða fjölskyldu til að gefa það til. Hljómar eins og áætlun, jó. Það góður og hugsandi látbragð sem mun vekja gleði fyrir aðra fjölskyldu. Þakka þér fyrir að styðja þessa hugmynd, Ann. Það mikilvægt að kenna litla okkar örlæti og hlutil. Þú ert velkomin, jó. Það yndislegt að sjá þig hafa hug á þessum gildu. Barnið okkar mun læra af aðgerðum okkar. Við skulum gera gæfumuninn saman, Anna, einn lítil vinsemdarverk í einu. Alveg, jó. Við getum skapað jákvæð gáráhrif í samfélaginu okkar. Ég stoltur af okkur. Og ég stolt af því að hafa þig sem félaga minn, Ann. Saman getum við skipt sköpum í lífi einhvers. Eins og jó. Við skulum fara á undan og dreifa smá hamingju með því að gefa barnavagnin. Lexía 28. Móðir mín hefur verið að biðja meiri peninga undanfarið. Hæ Anna, mig langaði að tala við þig eitthvað. Móðir mín hefur verið að biðja meiri pening undanfarið vegna aukins framfærslukostnaða. Hæ jó, ég skil. Margir standa frammi fyrir fjárhagslegum áskorunum vegna hækkandi útgjalda. Hvað þarf móðir þín aukafé til?
Hún nefndi að kostnaður við matvörur, veitur og sjúkrakostnað hafi farið hækkandi og hún eigi erfitt með að stjórna með núverandi tekjur sína. Ég sé. Það er mikilvægt að styðja ástvini okkar á erfiðum tímu. Hefur þú rætt hvaða upphæð hún þar? Já, við áttum samtal það. Hún lagði fram áætlun viðbótarupphæðina sem hún krefst í hverjum mánuði. Við ættum að íhuga okkar eigin fjárhagsstöðu og sjá hvort við getum hjálpa. Það er mikilvægt að halda jafnvægi og ekki þenja okkur fjárhagslega. Alveg, Anna. Við verðum að tryggja að við sjáum eigin kostnað og ábyrgð líka. Kannski getum við sest niður og metið fjárhagsáætlun okkar til að sjá hvort við getum úthlutað einhverjum aukafé til að styðja móður þín. Það er góð hugmynd. Við getum metið útgjöld okkar, skorið niður á ónauðsynlegum atriðum ef þörf er á og séð hvar við getum gert leiðréttinga. Það er líka þess virði að kanna aðrar leiðir til að styðja móður þína, innskot frá því að veita bara pening. Kannski getum við hjálpað til við matvörur eða fundið úrræði sem bjóða upp á aðstoð. Þetta er góð tillaga, Anna. Að bjóða upp á stuðning á mismunandi vegu getur skipt sköpum og sýnt að okkur þykir vænt um. Það er mikilvægt að eiga opið og heiðarlegt samtal við móður þín. Láttu hana vita að við erum hér til að styðja hana, en við höfum líka okkar eigin takmarkanir. Þú hefur rétt fyrir þér, Ann. Samskipti eru lykilatriði. Við þurfum að lýsa vilja okkar til að hjálpa innan okkar ráða og finna lausn sem virkar fyrir alla. Þetta snýst allt að finna jafnvægi og vera skilningur á aðstæðum hvers annar. Við ætlum að átta okkur á þessu saman, já. Þakka þér fyrir skilningin, Ann. Ég þakka stuðning þinn og leiðbeiningar við að fletta þessu ástandi. Þú ert velkomin, já. Við erum lið og við munum takast á við þetta sama. Að styðja ástvini okkar er mikilvægt og við munum finna bestu leiðina til að gera það á meðan við sjáum okkur sjálf lík. Ég er þakklát fyrir að hafa þig við hlið mér, Ann. Sjónarmið þitt og samúð þýða mikið fyrir mig. Eins og já, við munum takast á við allar áskoranir sem koma á leið okkar sem lið. Við skulum nálgast þetta með samkennd og skilningi. Lexía 29. Ég hef verið að hugsa að fara að veiða helgina. Hæ, Anna, ég hef verið að hugsa að fara að veiða helgin. Það er nokkuð langt síðan ég fór síðast. Þetta hljómar eins og skemmtileg hugmynd, já. Ég hef gaman af því að vera úti í náttúrunni. Hvar ætlar þú að fara að veiða? Ég hélt að við gætum farið að vatninu í nágrennin. Þetta er friðsæll staður með fullt af fiski. Það hljómar yndislega. Þurfum við sérstakan búnað eða veiðarfær? Við þurfum veiðistangir, króka, beitu og veiðilín. Ég er með smá aukabúnað sem við getum nota. Frábær. Ég er spenntur að prófa það. Ég hef aldrei verið að veiða áður. Ekki hafa áhyggjur, Anna. Ég mun sýna þér hvernig það er gert. Veiði getur verið afslappandi og skemmtileg. Þakka þér, já. Ég hlakka til að læra af þér og upplifa eitthvað nýtt. Við getum komið með smá snakk og drykki líka til að gera það skemmtilegra skemmtiverk. Það er góð hugmynd. Það verður gaman að fara í smá lautaferð við vatnið á meðan við veiðum. Nákvæmlega, við getum komið með teppi til að sitja á og njóta friðsælu umhverfis.
Ég veðja að það verði frábært tækifæri til að eyða gæðatíma saman og vinda ofan af daglegum venjum okkar. Veiði einnig góð leið til að tengjast náttúrunni og meta fegurð hennar. Ég get ekki verið meira sammála, já. Að vera úti og njóta æðruleysis vatnsins verður hressand. Við skulum ætla að fara snemma á morgnana, þegar fiskarnir yfirleitt virkari. Hljómar eins og áætlun, já. Við munum gera sem mest út úr veiðiferðin. Ég ánægður með að þú sért spenntur fyrir þessu, Ann. Það alltaf skemmtilegra að deila reynslu með einhverju. Alveg, já. Ég þakka þér að kynna mér nýja starfsemi. Það hjálpar okkur að vaxa og skapa saman minninga. Og ég þakka hreinskilni þína til að prófa nýja hluti, Ann. Við skulum vera tilbúin fyrir yndislegan dag af veiði og slökun. Við skulum gera það, já. Ég þakklátt fyrir að hafa þig sem veiðifélaga minn. Lexía 30, hefur þú heyrt nýja garðinn? Hæ Anna, hefurðu heyrt nýja garðinn sem opnaði í hverfinu okkar? Hæjó, já, ég heyrði það. Ég mjög spenntur að skoða það. Hefur þú verið þarna ennþá? Ekki enn, en ég hef séð nokkrar myndir á netinu. Það lítur fallega út og hefur mikið af grænum svæði. Það frábær. Ég elska að eyða tíma úti og það verður svo þægilegt að hafa garð í nágrenninn. Ég sammála. Þetta frábær viðbót við samfélagið okkar. Ég held að þeir hafi líka leiksvæði fyrir börn. Ó, það frábær. Litli okkar mun fá nýjan stað til að leika sér og skemmta sér. Örugglega. Við ættum að skipuleggja fjölskylduferð í garðinn fljótlega. Ég viss að barnið okkar muni elska það. Þetta hljómar eins og frábær hugmynd, já. Við getum pakkað lautaferð og notið góðs tíma sama. Þetta verður gott tækifæri til að tengjast náttúrunni og eiga afslappandi dag. Ég get nú þegar ímyndað okkur að rölta garðinn, njóta ferska loftsins og sólskinsins. Og kannski getum við líka heitt nágranna okkar það. Þetta góður staður til að umgangast. Alveg. Það alltaf gaman að hitta nýtt fólk og byggja upp samfélagstilfinning. Ég ánægður með að hafa þennan nýja garð. Það veitir okkur pláss til að slaka á og endurhlaða. Það örugglega jákvæð viðbót við hverfið okkar. Ég þakka viðleitnina sem fór í að skapa það. Við ættum líka að sjá garðinn og halda honum hreinum. Það mikilvægt að virða og meta slík rými. Ég alveg sammála, já. Við getum verið ábyrgir garðsgestir og hjálpa til við að viðhalda fegurð hans. Við skulum gera áætlun að heimsækja garðinn helgin. Ég held að það væri frábær leið til að byrja að kanna allt sem það hefur upp á að bjóða. Hljómar eins og áætlun, já. Ég hlakka til fyrstu heimsóknar okkar í nýja garðinn. Þetta verður skemmtilegt ævintýri fyrir fjölskylduna. Ég líka spenntur, Anna. Það alltaf gaman að uppgötva nýja staði og búa til minningar sama. Alveg, já. Við skulum faðma tækifærið og nýta sem mest út úr tíma okkar í garðinu. Ég þakklát fyrir að hafa þig við hlið mér, Ann. Áhugi þinn gerir allt enn sérstaka. Og ég þakklát fyrir að hafa þig sem félaga minn, já. Við skulum njóta nýja garðsins og allrar hamingju sem það færi.
Lexía 31. Ég ætla að flytja til Kanada. Hæ Anna, ég með spennandi frétti. Ég ætla að flytja til Kanada. Hæjó, þetta eru yndislegar frétti. Kanada er fallegt land. Hvað gerði það að verkum að þú ákveður að flytja? Jæja, ég hef alltaf laðast að fjölbreyttri menningu Kanada, tækifærum og lífsgæði. Ég held að þetta sé frábær staður til að búa og vinna. Ég er sammála, já. Kanada býður upp á mikið af tækifærum og hefur kærkomið andrúmsloft fyrir innflytjendur. Já, það er ein af ástæðunum fyrir því að ég valdi Kanada. Ég tel að það muni skapa betri framtíð fyrir mig og fjölskyldu mín. Það er frábært að heyra. Hefurðu byrjað innflytjendaferli? Það getur verið nokkuð viðeigandi. Já, ég hef gert nokkrar rannsóknir og byrjað að safna nauðsynlegum skjölum. Það er enn margt að gera en ég er staðráðinn í að láta það gerast. Það er frábært, já. Það er mikilvægt að vera einbeittur og skipulögð í gegnum innflytjendaferli. Örugglega, Anna. Ég er að passa mig á að fylgja öllum kröfum og leita leiðsagnar hjá sérfræðingum í innflytjendamáli. Þetta er klár nálgun. Þeir geta veitt dýrmæta leiðsögn og hjálpa þér að fletta í gegnum ferli. Ég er þakklátur fyrir sérþekkingu þeirra. Það gefur mér meira sjálfstraust og hugar. Ég er ánægður með þig, já. Kanada verður svo heppin að fá þig. Ég óska þér alls hins besta í innflytjendaferð þinn. Þakka þér, Ann. Stuðningur þinn þýðir mikið fyrir mig. Ég er spenntur fyrir þessum nýja kafla í lífi mínu. Þú ert velkomin, já. Ég er hér til að styðja þig í öllu þessu ferli. Hafðu mér uppfært framfarir þína. Ég geri það, Anna. Þakka þér fyrir að vera frábær vinur. Ég mun örugglega halda þér upplýstum. Lexía 32. Að lána peninga til að kaupa eign. Hæ, Anna, ég hef verið að hugsa að kaupa eign, en ég þarf að fá $100,000 að lán. Hvað finnst þið? Hæjó, að kaupa eign er stór ákvörðu. Hefur þú hugsað alla þætti? Já, ég hef gert mínar rannsóknir og fundið eign sem mér líkar mjög vel. Þetta virðist vera gott fjárfestingartækifæri. Það er frábært, já. En að taka lán á $100,000 er verulegt magn af peningu. Hefur þú hugsað fjárhagsleg áhrif? Alveg, Anna. Ég hef verið að huga að fjármálum mínum og fjárlagagerð til að ganga úr skugga að ég geti séð afborganir lán. Það er ábyrgt hjá þér, já. Það er mikilvægt að tryggja að þú hafir efni á endurgreiðslunum þægilega án þess að þenja fjármálin því. Ég er alveg sammála, Ann. Ég hef verið að reikna út tekjur mínar, gjöld og vexti til að gera raunhæfa endurgreiðsluælu. Þetta er skynsamleg nálgun. Þú ættir einnig að íhuga annan kostnað eins og fasteignaskatta, tryggingar og viðhaldskostnað. Já, ég hef líka tekið þennan kostnað inn í útreikningana mín. Ég vil vera tilbúin fyrir alla þá fjárhagslega ábyrgð sem fylgir því að eiga eign. Það er gott að heyra, já. Það er nauðsynlegt að hafa skýran skilning á fjárhagslegri skuldbindingu áður en þú gerir svona stór kaup. Ég þakka innleggið þitt, Ann. Það er alltaf gagnlegt að ræða þessi mál við einhvern sem ég treysti. Þú ert velkomin, já.
Ég ánægður með að geta boðið upp á einhverja sjónarhorn. Ef þú finnur fullviss lánið og ert með traustan áætlun, þá gæti það verið gott tækifæri fyrir þig. Þakka þér, Anna. Stuðningur þinn og ráðleggingar þýða mikið fyrir mig. Ég mun halda áfram að meta möguleika mína og taka upplýsta ákvörðu. Ég hér fyrir þig, Jó. Láttu mig vita ef það eitthvað annað sem ég get gert til að aðstoða þig. Gangi þér vel með ákvörðun þín.